Hefur lítið farið fyrir honum í fjölmiðlum að undanförnu og það ekki ástæðulausu. Páll Pétursson nefnilega ekki lengur til. Hvernig má það vera, spyrja margir? Jú, fyrir nokkrum mánuðum fór félagsmálaráðherrann okkar til Sviss og gekkst þar undir umfangsmikla aðgerð, kynskiptið aðgerð. Hann fór til Sviss sem karlmaðurinn Páll Pétursson, kom heim sem konan Salvör Pétursdóttir. Hann hafði keypt sér rakspíra og briljantín í fríhöfninni á leiðinni út. Hún keypti sér ylvötn og snyrtivörur við komuna heim. Salvör, eða Sally eins og hún kýs að kalla sig, komin hérna til okkar. Velkomin, Sally. Já, takk. Félagsmálaráðherra okkar Íslendinga var karlmaður en nú orðin kona. Já, ég held að við þurfum nú ekkert að vera að fara út í einhverja kyngreiningu. Félagsmálaráðherra nú alltaf félagsmálaráðherra hvers kyn sem hann og við eigum ekki að dæma ráðherra eftir kynferði sínu heldur af gjörðum sínum. Hvernig tekur eiginkona þín þessu? Já, hún tekur þessu mjög vel. Þetta hefur aldrei verið neitt leyndarmál á milli okkar og hún hefur alltaf vitað að þetta var minn draumur og við erum góðar vinkonur í dag. En félagar þínir í ríkisstjórninu og Framsóknarflokknum? Já, ég held að þeir hafi tekið þessu ágætlega. Þeir hafa minnst að kosti ekki sagt neitt við mig. Nei, hefur ekki orðið fyrir neinu aðkasti? Já, jú, ég fekk reynda dálítið leiðinlegt skeyti. Annað var frá Árna Jónsen en hitt frá Davíði Oddsinni. Ég kom nú hérna með þau og skal nú bara lesa þetta hérna. Hérna stendur á skeytinu frá Árna. Kynvillingur, öfuguggi, kynvillingur. Þetta alls ekkert rétt, því ég transsexual. Og svo hérna skeyti frá Davíð. Loksins kom þinn mjúki maður í ljós, hí á þig, kettling. Ég get ekki neita því að það særi nú að fá svona kveðjur frá þingmönnum og samráðherrum. Heldur þetta komið til með að hafa áhrif á stjórnarsamstarfið? Nei, ekki held ég það nú. Ég held það nú bara verið stundargeðsræðing sem réði þessum skeytasendingum og ég læt þetta ekki buga mér. En þú ætlar að syngja fyrir okkur hérna í karaokeinu? Já, ég var að hugsa að velja hérna lagið I Want to Break Free og ástæðan fyrir því ég valdi að syngja þetta lag held ég að sé ósköp svona augljós. Já, við skulum heyra nýja félagsmálaráðherrann okkar, gamalt vín á nýjum belgjum, Salvöru Pétursdóttur sem áður hét Páll Pétursson. Við köllum hana Sally og hún syngur I Want to Break Free. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I got to break free. God knows